Sjötti liður heimaþjónusta gjaldskrár reglur 2009 og það Sigrún Stefánsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Heimaþjónusta gjaldskrár reglur 2009. Það var farið yfir og breytt bæði gjaldskrá og reglum heimaþjónustu nú fyrra árinu og þær voru samþykktar hérna í bæjarráði 23. júní 2009. En svo þegar þær kom til kastan og komaðum í framkvæmd, þá fundum við þarna einn meinbug á og það að þeir sem það í gjaldskráni, að þeir sem eru eingöngu hafa, með leyfi forseta, eingöngu hafa tekjur frá Tryggingastofnun ríkisins, það lífeyristekjur, tekjutryggingaauka og heimilisuppbót og tekjur sem eru samsvarandi þeirra fjárhæð geta sótt niðurfellingu á gjaldi fyrir heimaþjónustu. En það kom í ljós að þeir sem eru yfir þessum tekjumörkum en mjög lágt yfir tekjumörkunum og eru þá munu greiða fyrir þjónustuna, eru stundum að greiða meira fyrir þjónustuna heldur en þeir eru yfir tekjumörkunum. Og það þykir ekki segjum bara að við komum til 6.000 krónur yfir tekjumörkum á mánuði en greiðir 8.000 krónur fyrir þjónustuna, sem algengt því að það eru 1.000 krónur tíminn og margir að fá 2 tíma á viku. Þannig að það var fellt inn grein sem hljóðar svona: þeir notendur heimaþjónustunnar sem hafa tekjur umfram tekjuviðmið greiða aldrei hærri upphæð fyrir þjónustu en sem nemur 50% af umfram tekjum. Og ég hvet bæjarfulltrúa til þess að samþykkja þetta. Orðið laust sjötta lið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, það greinilegt að það nauðsynlegt að taka þessa grein og þetta bragarbót sem alveg nauðsynlegt að samþykkja. Það hins vegar þannig til þess að taka af allan vafa að fólk hefur möguleika á að fá þá heimaþjónustu sem það þarf þegar það í mati fyrir, hefur fengið þann mat að það sé virkilega þörf á því, þá hún ekki skert og hún veitt hversu mikil hún þarf að vera, þrátt fyrir það að viðkomandi hafi ekki tekjur til að greiða fyrir hann. Það verður ekki skert þjónustan fyrir þá aðila sem virkilega þurfa mikla þjónustu. Og þetta góð breyting og nauðsynleg. Takk fyrir. Orðið laust sjötta lið. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þetta sé bara sanngirnismál fyrir þá sem sérstaklega sem eru rétt yfir viðmiðum og eins og bæjarfulltrúa Sigrún kom inn áðan, en mig langar til þess að spyrja einu. Sérstaklega svona gagnvart eldra fólki sem hefur nú kannski náð að spara eitthvað smottir í og fær fjármagnstekjur í lok árs. Koma þær til frádráttar, hvernig þá þessu háttað, þarf fólk að borga tilbaka eða kemur þetta á næsta ári? Takk. Sigrún Stefánsdóttir tekur til máls. Þegar ákvörðun tekin tekjuviðmið, þá tekið tillit til tekna síðasta árs. Það það bara heildartekjur fyrir árið og segjum það að sé nýkomið fjármagn inn, þá hefur það áhrif á næsta ár. Þetta eldri aftur í tíman, en þetta náttúrulega bara tekjur fyrir heildartekjur. Svo já, ég reikna fastlega með því, þó ég sé ekki alveg 100% viss það, að fjármagnstekjur hafi áhrif á þetta. Orðið laust sjötta lið. Það ekki fleiri. Já, Baldvin Þór Sigurðsson tekur til máls.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sammála þessari breytingu á gjaldskrá heimaþjónustunni og það samfærir mig enn og aftur að okkur óhætt að tekjutengja greiðslur fyrir þjónustu Akureyrarbæjar og ég vildi sjá þetta víðar ýmsum þjónustugjöldum þannig að útgjöld og kostnaður einstaklinga fari eftir fjárhagslegri getu hvers og eins. Orðið laust sektarlið. Það er ekki fleiri óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ætla að bera upp þessar tillögur að breytingum og á reglum og gjaldskrá heimaþjónustu sem að hér liggja fyrir og bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja þar að gefa merki. Það eru 11, það er samþykkt samhljóða. Nú ritari benti mér á að í 3. lið hef ég borið upp fundargerð skipulagsstjóra en ég var, og eins og kemur fram í texta hér, að bera upp liði 1-8 í fundargerð. Hún kemur síðan til afgreiðslu bæjarstjórnar á næsta fundi. Þannig ég vil bara árita það að við vorum að samþykkja lið 1-8 í fundargerð skipulagsstjóra í 3. lið en ekki fundargerðina alla.